Slide Master. Nú ætla ég að fara í lið 6, 7 og 8 í kennslubókinni við verkefni 1 og við förum hér í View og veljum Slide Master. Þá fáum við svona bakgrunninn á öllum glærum og hér getum við breytt letri, sett inn mynd á allar glærur og fleira. Þannig að við ætlum að byrja á því að fara hérna í Fonts og velja Calibri letrið. Þá kemur það á allar glærurnar. Við þurfum ekki að breyta á einni og einni. Síðan förum við hérna á efstu glæruna hér og við ætlum að smella utan á textarammann til að setja hreyfingu á innkomu á öllum textanum. Þá förum við hérna í Animations og það er hægt að velja ýmsar innkomur. Fallegast ef maður er með einfalda kynningu að velja bara Appear og þá kemur þetta hér, hvernig innkoman er á textan. En við ætlum að smella hérna á öruna niður og velja Start on Click. Þannig að í hvert skipti sem er ýtt á Enter eða smellt á músina, þá kemur inn ein og ein lína. Og það er oft ágætt að gera það til að ná athygli hlustenda ef maður er með kynningu í PowerPoint. En nú ætla ég að setja mynd hægra megin í hornið á allar glærurnar og þá finn ég hér í Insert, Picture og ég ætla að velja Online Pictures og ég finn einhverja mynd. Ef þið eruð að gera kynningu á ykkur sjálfum getið þið sett mynd af ykkur eða logo ef þið eru með ykkur fyrirtæki. Þarna ætla ég að velja epli og ég ætla að velja þetta hér og segja Insert. Þá kemur þetta hérna og ég þarf að minnka þetta heilmikið. Ef það kemur hérna upp svona texti, getur maður skrifað inn eða eitt í. En ég ætla að minnka þetta þó nokkuð því að þetta bara að vera í horninu hér á öllum glærunum. Þannig að ég ætla bara að minnka hana hérna og setja hana hér. Og hún er 2,17 á hæð, ég ætla að hafa hana bara 2 cm og þá kemur hún hérna á allar glærurnar. Og til að fara aftur í skjalið og smelli ég hér á Close Master View. Og þá sjáum við að myndin er hérna. Ég get ekki breytt henni á glærunum sjálfu. Ef ég vil skipta út mynd eða stækka hana eða minnka, þá þarf ég að fara aftur í View og Slide Master. Og þetta tryggir að myndin er á sama stað á öllum glærum. Nú ætla ég að vista skjalið aftur áður en ég held áfram að vinna í verkefninu. Þannig ég smelli bara hérna og save og þá fer það á sama stað og ég var búin að vista það áður.